Þá víkur sögunni á Selfoss. Við þurfum nefnilega að heyra eina sögu í viðbót. Bryndís Guðmundsdóttir rúmlega 50, selfissingur í húð og hár, stundar hestamennsku og mikil áhugakona heilsu og heilbrigði. Ég fer til lýtalæknis 2005 í allt öðrum tilgangi heldur en að fá mér brjóstapúða til að ræða önnur mál og þá kemur hann inn á brjóstapúðuna við mig með þeim forsendum að ég yrði miklu ánægðari með mig með stærri eða stinnari brjóst. Þannig að já, ég var bara eins og gengur að gerist, kannski lágt sjálfsmat, áhrifagjöf, já, ok, eilíðarpúðar, jú, það var sagt. Svona maður bara, maður tekur skrýtar ákvarðanir í lífinu og verður að standa og falla með því. Þetta 2005, þú fær púðana og svo líður tíminn? Cirka ári seinna ég fann að finna fyrir alls konar kvillum sem ég var ekki að skilja, með hvað ég var heilsusamleg. Mikið að æfa, hreyfa mig, borða hollt og heilbrigt mataræði. Skildi ekki alveg hvað alls konar heilsufarskvillar fóru að hrjá mig og byrja að fara til lækna. Finnst ekkert að mér. Kílóum fóru að bætast á mig, ég bara skildi það ekki. Ég alltaf að æfa, ég alltaf í þessu hinu að hreyfa mig aktív og okkur ég alltaf smátt að þyngjast. Á endanum ég send til gigtarlæknis 2008 því ég var bara svo slæm af vefjaverkjum, vöðvaverkjum, liðverkjum og bara þreytu og alls konar bara vanlíðan og gigtarlæknirinn greinir mig með vefjagigt. Og aldrei var spáð hvort ég væri með brjóstapúða eða hvort þeir getur verið orsökin fyrir þessari vanlíðan minni. Það svo ekki fyrir núna, 2018-19, sem ég fer að skoða þessa brjóstapúða sjúkdóma sem kallast breast implant illness, að það rosalega mörg sömu einkenni eins og í vefjagigt og af 25 einkennum þá gat ég haka við allt nema 3 eða 4 einkenni. En sum þeirra líka sömu í vefjagigt. Þannig að hvað veit ég, hvað orsök og hvað afleiðing? Var það orsök af brjóstapúðum? Eða sem vefjagigtin kom, eða kom vefjagigtin að einhverju öðru, eða þetta kannski bara ekkert vefjagigt sem búið að hrjá mig allan tíma. Árið 2012 fór Bryndís í skimun fyrir brjóstakrabbameini og kom þar í ljós að báðir púðarnir voru sprungnir. Ég fer þá til lýtalæknisins sem setti púðana í mig og ræði þetta við hann og hann vill meina að það sé ekki að marka svona skimun að það verði að taka púðana úr til þess að staðfesta þeir séu rifnir. Og ég bara, nú ekki hægt að bara gera frekari rannsókn, skima óma eða svolítið að sjá þetta. Ég ekki að fara ég hef ekki tök á fyrir aðgerð núna, hafa ekki peninga fyrir því að láta fara að taka þetta úr mér núna. En þá segir hann, ég þurfi ekki að hafa áhyggjur þó þeir væru ónýtir, að því þetta væri ekkert skaðlegt þó þeir myndi rifna, að því ef það væri, þá væri þetta ekki leyft. Og þar fyrir utan að ég þurfi náttúrulega líka að spá í það með nýja púða ef ég ætla að taka þessa úr. Þannig alveg var að pressa á mig að það ég yrði að fá mig nýja púða. Þú verður aldrei ánægð með brjóstin ef þú lætur taka úr púða og færðir ekki nýja. Þannig að ég óskaði bara eftir frekari rannsóknum og hann sendi mér í ómskoðun og þegar ég er búin í henni að þá segir hann við mig að þetta sé bara sama niðurstaða að það ekki hægt að garantera að þeir séu ónýtir nema bara taka úr. Það dýrt að láta fjarlægja púðana og Bryndís segir að þarna hafi hún hreinlega ekki haft efni á því. Þótt hann hafi reyndar komist að því að læknirinn hafði sagt henni ósatt. Niðurstaðan var afgerandi eins og sést hér. Púðarnir í báðum brjóstum eru rifnir og sá sem vinstra megin verr farinn heldur en sá sem hægra megin. Ég kom við í Dómus, röntgen Dómus á leiðin út og fekk útprentað blaðið. Og þar, þegar ég kem út í bíl, að þá var ég bara að spá að rjúka upp aftur og fara inn til hans og segja bara, okkur segir að þessi geta sanna þessi ónýtt þeirra stendur í ómuninni, að þeir séu báðir rifnir. En hann sagði þetta annað við mig. Og akkur raukst ekki tilbaka? Já, hvað setja bara aðeins á mér og melta þetta. Maður alltaf reyna að hemja sig hvað í sinni. Bryndís hefur ákveðið að greina ekki frá því hvaða læknir þetta Þótt hún sé ósátt, sé hún ekki í hefndarhug.